Ok, góðan dag. Þá hefst fyrsti bæjarstjórnarfundur bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabili 2022 til 26, haldinn miðvikudaginn 3. júní 2026 hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Og það stendur hér í fundarboðinu að fundurinn hefðist klukkan 16, hann hefst örfáum mínútur síðar vegna tæknilegra vandræða og þau vandræði vara enn svo að fundurinn verður tekin upp og sendur út leið og honum lýkur. Nú ég sem aldursforseti í þessum hóp falið að hefja hér fund og stýra honum venju samkvæmt. Það annars vegar lífaldur eða þá vinnualdur í bæjarstjórn og mér það bæði ljúft og skylt. Og til fundarins mætt Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi í D-lista, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi í S-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista, Matthías Bjarnason, bæjarfulltrúi í B-lista, Linda Björk Hilmarsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Margrét Björk Ólafsdóttir, bæjarfulltrúi í S-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Þorsteinn Haukur Harðarson, annar varabæjarfulltrúi í C-lista og Þórdís Sigurðardóttir hér bæjarritari og skrifar hér fundargerðina venju samkvæmt. Það segja þegar að Rósa ekki hér á móti henni. Nú, ég vil byrja á því að óska nýkjörnum bæjarfulltrúum til hamingju með kjörið. Sú sem ekki hér í dag Heiðrún Kristmundsdóttir, fyrsta manneskja á C-lista. Óska henni auðvitað innilega til hamingju svo og öllum þeim sem hér og hlotið hafa kjör í bæjarstjórn Árborgar. Nú, fyrst ætla ég að bera það upp hvort að einhver hafi athugasemdir við fundarboðið sem slíkt. Ef svo ekki, þá lít ég á það sem samþykkt og við göngum því beint til fundarins og dagskrár fundarins. Fyrsta mál á dagskrá skýrsla yfirkjörstjórnar í sveitarfélaginu Árborg eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2026 sem framfóru nú nýlega. 16. maí síðastliðinn. Og það fylgir hér auðvitað fylgiskjal sem skýrsla yfirkjörstjórnar í sveitarfélaginu, ýmsar tölulegar upplýsingar bæði niðurstöður kosninganna, hverjir hlutu kjör og ýmsar aðrar hliðar upplýsingar sem að fylgja svona kjöri. Og ég ætla að opna bara fyrir mælendaskrá ef einhverju vilja tjá sig þetta fyrsta mál á dagskrá fundari sem skýrsla yfirkjörstjórnar niðurstöður kosninganna í sveitarfélaginu Árborg. Einhverju sem vilja tjá sig. Matthías Bjarnason, bæjarfulltrúi í B-lista, óskaður að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil nýta tækifærið og koma undir þessum lið og þakka kjörstjórn fyrir velunnin störf. Framkvæmd kosninga flókin og kallar á mikla vinnu eins og kemur fram í skýrslunni. Einnig vil ég þakka íbúum fyrir trausti fyrir að taka þátt í kosningunum og mæta á kjörstað. Að lokum óska ég meirihlutanum innilega til hamingju með skýrt umboð til áframhaldandi starfa. Ég hef trú á því að samstarf allra bæjarstjórna verði gott, íbúum og Árborg til heilla. Ég mun leggja mig fram að svo verði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthías. Þá Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista, óskaður að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mig langaði bara að koma upp líka og þakka yfirkjörstjórn og öllu því fólki sem að koma framkvæmt kosningana fyrir þeirra störf. Kosningarna fóru mjög vel fram og ljóst að það lá mikil vinna að baki. Ég vil einnig þakka íbúum Árborgar fyrir góða þáttöku í kosningunum og fyrir að nýta
sinn rétt með því að mæta á kjörstað og meirihlutanum til hamingju með kosningaúrslitin og þau umboð sem að kjósendur hafa veitt þeim til næstu 4 ára. Fyrir mitt leyti vil ég líka bara þakka það traust sem að mér hefur verið sýnt með áframhaldandi setu í bæjarstjórn og ég mun leggja mig alla fram að vinna af heilindum og ábyrgð og fagmennsku að öllum þeim málum sem að snúa að hagsmunum íbúa Árborgar. Ég hlakka til samstarfsins við alla bæjarfulltrúa á kjörtímabilinu og vona að okkur takist saman að vinna áfram að uppbyggingu og velferð samfélagsins okkar. Takk fyrir þetta, Ellý. Já, ég ætlaði nú ekki að fara yfir það fyrir en að forseta kjöri loknu, en það er kannski rétt að ítreka það bara að bæði símar og tölvur séu slökktar þegar fundur er hafinn. Þá hefur Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi í D-lista og skautar að fá taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúar tilhendur, tek bara undir með bæjarfulltrúum Ellý og Matta og þakka þeim sem unnu í kosningabaráttunni fyrir góð störf. Þetta er flókið verk og ekki sjálfgefið að fólk sé tilbúið að fara þetta og einnig þakka öllum framboðunum fyrir góða baráttu. Það er líka ánægjulegt að koma að sjá að kjörsóknin var að aukast hjá okkur 4% stig að mig minnir frá 2022 og er 68% ef ég man rétt sem var kosið núna í seinustu kosningum. Og ég held að sé ábyrgð okkar allra að vekja bara athygli á sveitarstjórnarmálum nú næstu 4 árin og reyna að bæta í þannig að kjörsóknin verði betri. Við erum rétt held ég yfir landsmeðaltali en hún er samt ólág og við eigum vel að geta vakið meiri athygli á kosningunum þótt að maður held að þetta færi ekki fram hjá nokkrum manni en þá fer þetta fram hjá einhverjum og svo náttúrulega margir sem hafa bara ekki áhuga á að kjósa en að vera hlutverk okkar allra og ég held að hlakka bara til samstarfsins sem við erum með. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Nú fundarstjóri sem ég núna var auðvitað að tala að slökkja ekki á tölvunum heldur hljóðinu. En Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista og skautar að fá taka til máls. Góður regla sem er aldrei oft kveðin. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, svona sama tilefni að nota tækifæri til að þakka öllum starfsmönnum kjörstjórnar sem komu að vinnun á kjördag og sinntu sinni vinnu fumlaust. Það var mjög ánægjulegt að heyra að allt hefði gengið vel og engin stór atriði komið upp. Og einnig öllum svona formlega, öllum nýjum bæjarfulltrúum. Við erum öll ný að hefja nýtt kjörtímabil, þannig að bara til hamingju öll sumul með kjörið og einnig fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar að þakka íbúum traustið fyrir að veita okkur þá ábyrgð að halda áfram í meirihluta bæjarstjórnar. Þetta er þó, eins og við höfum talað allt síðasta kjörtímabil og ég vil ítreka áfram. Þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra að reka sveitarfélagið og við leggjum drög að góðu samstarfi á kjörtímabili og mér hlakka til samstarfsins og samvinnunar með öllum bæjarfulltrúum núna á kjörtímabili. Þannig að á þessum fyrsta fundi af mörgum núna næstu 4 ára. Þannig að takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Bragi. Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista og skautar að fá taka til máls. Já, takk fyrir herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kem hérna upp að sama tilefni. Ég þakka fyrir velunnin störf kjörstjórnar og starfsmannar kjörstjórnar. Já, í kjördeildum. Kosningarnar fóru almennt vel fram og tek undir það að það er ánægjulegt að kosningaþátttaka hafi aukist en betur má við duga skal og það er verkefni okkar allra að eins og kom fram hér í máli Sveins Ægis bæjarfulltrúa í D-lista að auka áhuga íbúana á sveitarstjórnarmálum því að það er ekkert sem skiptir íbúana meira máli en akkurat sveitarstjórnarmálin og það sem fram fer hér, það sem hér er ákveðið og það er umræður og ákvarðanir sem við tökum fyrir hönd íbúana. Ég hlakka vissulega til komandi kjörtímabils, það eru ný andlit og þrátt fyrir að við séum með hvað séum þrátt fyrir að það séu
þrátt fyrir að það séu sömu hlutföll í bæjarstjórn var á síðasta kjörtímabili, það er að segja að Sjálfstæðisflokkur er með 6 bæjarfulltrúa og meirihluta, að þá vænti ég þess að við munum eiga gott samstarf og já, bara ánægjulega fundi á þessu kjörtímabili sem nú fer í hönd. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Það hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og já, ég var nú svo sem ekki búinn að ígrunda það að það er neitt kjörum skýrslu yfir kjörstjórnar, heldur að þetta er lagt hér fram til kynningar og umræðu og þær hafa bara verið gagnlegar og farið vel fram. Og þá göngum við til máls númer 2 á þessum fyrsta bæjarstjórnarfundi hér, kjörtímabilið 2026-30 og það eru kosning í embætti og nefndir 26-30 og það er kosið í embætti innan bæjarstjórnarinnar til 1 árs í senn og það byrjar hér á fyrsta lið í öðru málinu, kosning forseta til 1 árs og við erum að sjá hver lagði til. Lagt er til að Kjartan Björnsson D-lista verði kosinn forseti bæjarstjórnar og ég ber það því upp til atkvæða þeir sem samþykja þá, ef það er aðra tillögur, já. Og það sé ég ætla að leita eftir. Svo virðist ekki vera, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæða þeir sem eru því samþykjir að Kjartan Björnsson verði forseti bæjarstjórnar til 1 árs vinstrast gefið merki. Það er samþykkt með 10 atkvæðum og sá sem að rætt situr hjá. Þá er komið að máli númer 2 eða öðru lið í máli 2. Ég vil byrja á því að þakka trausti sem að mér er sýnt hér af bæjarfulltrúum í bæjarstjórn Árborgar og fer ég betur yfir það hér og eftir með þau atriði sem ég hef aðeins í huga. Ég get svo sem bara klára það núna strax, það er kannski einfaldast. Það er nú ekki svo sem búið að taka neina ákvarðanir það en það hefur verið til skoðunar jafnvel að fara með fundina aftur í Ráðhús Árborgar ef að eitthvað kæmi þannig til að það væri hægt að koma í þannig fyrir. Það eru auðvitað mörgu leyti skemmtilegra að vera með fundina í Ráðhúsinu og ef að innréttingar og annað væri hannað þannig að fundurinn geti farið þar fram og þá væri það mörgu leyti. Það er svona til skoðunar og síðan hef ég hug á því sem forseti að við höldum áfram hefð sem að hefur verið af og til í gegnum árin, það er að halda bæjarstjórnarfundi bæði á Eyrarbakka og Stokkseyri, svona kannski einhver skipti yfir tímabilið til að brjóta þetta svona aðeins upp og við skoðum það betur þegar að nær dregur. Eitt langaði mig líka að nefna að þegar ég kvaddi hér við lok síðustu bæjarstjórnar þá þakka ég öllum fyrir framlagið á kjörtímabilinu og einnig þeim sérstaklega sem að voru að láta af störfum fyrir 150% af 150% öryggi, þar að segja það var öruggt að þeir myndi ekki hljóta endurkjör. Ég hins vegar þakkaði ekki Arnari Frey Ólafssyni, bæjarfulltrúa á B-lista fyrir gott samstarf en ég vildi ekki kveðja hann formlega og færi enn og aftur þakkir til hans fyrir hans framlag og hans störfi okkar þá, því þá var hann auðvitað í kjöri og ég gæti bara heimfallega ekki séð það fyrir hvernig kjörið færi. Þannig að ég færi þær óskir hér fram til Arnars. Þá er komið öðru lið í máli 2, það er kosning fyrsta varaforseta og hér er lagt til að Brynhildur Jónsdóttir D-lista verði kosin fyrsti varaforseti til 1 árs. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þá ber ég það upp til atkvæða þeir sem samþykja að Brynhildur Jónsdóttir verði varaforseti, bæjarfulltrúi í D-lista verði varaforseti næsta til 1 árs, vinstrast gefið merki. Sigurjón, þú situr hjá eða hvað? Nei, já.
Já, þá það samþykkt með 10 atkvæðum og Brynhildur Jónsdóttir situr hjá. Þá komið að þriðja lið, það kosning annars varaforseta til 1 árs og það lagt til að Linda Björk Hilmarsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, verði kosin annar varaforseti til 1 árs. Eru fleiri tillögur eða aðra tillögur? Ef svo ekki, þá ber ég þau upp til atkvæða. Þeir sem styðja það að Linda Björk Hilmarsdóttir verði annar varaforseti næsta árið, finnst þetta ekki merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema Lindu Bjarkar sem situr hjá. Og þá komið að mjög svo mikilvægri kosningu. Það kosning 2 skrifara til 1 árs. Hér arfleið frá liðinni tíð en við þurfum að breyta því í okkar samþykktum. En það verður ekki gert núna en gæti verið gert á síðari stigum og það lagt til að Sveinn Ægir Birgisson D-lista og Þórhildur Ingvadóttir D-lista verði kosnir skrifarar til 1 árs. Einhver aðra tillögur? Ef svo ekki þá ber ég þau upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja þau finnst að gefa merki. Það samþykkt með 10 atkvæðum og Þórhildur Ingvadóttir situr hjá. Það samhljóða, jú. En þá komið að kosningu 2 varaskrifara til 1 árs og lagt til að Linda Björk Hilmarsdóttir D-lista og Brynhildur Jónsdóttir D-lista verði kosnir varaskrifarar til 1 árs. Aðrar tillögur? Ef svo ekki þá ber ég þau upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa varaskrifara vinsalast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá höfum við afgreitt hér mál númer 2 og göngum hér til máls númer 3 á prentaðri dagskrá. Það kosning í embætti og nefndir 2026-30. Það kosning 3 fulltrúa í bæjarráð til 1 árs, samanber 27. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum. Kjósa skal formann og varaformann. Hér tillaga aðalmenn: Sveinn Ægir Birgisson formaður, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi í D-lista varaformaður og Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista og áheyrnarfulltrúar Matthías Bjarnason bæjarfulltrúi B-lista og Heiðrún Kristmundsdóttir bæjarfulltrúi C-lista. Einhver aðra tillögur en þessar? Ef svo ekki þá ber ég þau upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessu upptalningu mín bæjarráð Árborgar finnst það gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Já, það nú hér rétt að tilgreina það að það auðvitað valdið sérstaklega að vara áheyrnarfulltrúar ef að aðal áheyrnarfulltrúar komast ekki til fundar í bæjarráði. Það Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi í B-lista og Þorsteinn Haukur Harðarson annar varabæjarfulltrúi í C-lista. Þau sem að samþykkja þess að vara áheyrnarfulltrúa vinsast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá komið að 4. máli á dagskrá þessa fundar, kosning í embætti og nefndir áfram. Það kosning í nefndir, ráð og stjórnir til 4 ára samanber B-lið 47. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar 813/2018 með síðari breytingum. Fyrst það velferðarnefnd, það eru 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn: Linda Björk Hilmarsdóttir bæjarfulltrúi í B-lista formaður, Margrét Anna Guðmundsdóttir, það vantar nú hérna fyrir hvaða lista viðkomandi eru hérna. Já, ég veit D-listafólkið en það svona, það eins að sjá hérna. Þetta hérna á öðrum stað, fyrir ekki við því. Það var nefnilega með annað blað hérna í þessu.
skemmtilegra. Það virkar ekki þessi garmur. Þannig að góða. Og þá það sem sagt velferðarnefndin. Heldur nú áfram að vera leiðileg sem talvan. Aðalmenn Linda Björk Hilmarsdóttir bæjarfulltrúi D-lista formaður, Margrét Anna Guðmundsdóttir D-lista, Alexander Már Egan D-lista, Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi B-lista, Margrét Björk Ólafsdóttir bæjarfulltrúi S-lista og áheyrnarfulltrúi Þorsteinn Haukur Harðarson annar varabæjarfulltrúi C-lista. Og varamenn þeirra eru lagt til hér Helga Lind Pálsdóttir D-lista, Sigurbjörg Guðmundsdóttir D-lista, Kjartan Björnsson D-lista. Já, ég held ég verði að gera það. Talvan að... Já. Já, sjálfsögðu. Það bara... Helga Lind Pálsdóttir, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Júlía Katrín Sigmundsdóttir, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Eva Gunnarsdóttir og Sandra Guðmundsdóttir áheyrnarfulltrúi. Þetta sem sagt það sem lagt til í velferðarnefndina. Ég tek þetta bara allt saman í einum rykk. Þá það fræðslu- og frístundarnefnd, aðalmenn, Brynhildur Jónsdóttir, formaður, Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Arnar Freyr Ólafsson, Elisabeth Davíðsdóttir og Heiðrún Kristmundsdóttir áheyrnarfulltrúi. Varamenn Þórildur Dröfn Ingvadóttir, Andri Hrafn Hallsson, Jóhann Jónsson, Kristín Júlía Hannesdóttir, Linda Ásdísadóttir og Þorsteinn Haukur Harðarson vara áheyrnarfulltrúi. Skipulagsnefnd aðalmenn, Linda Björk Hilmarsdóttir formaður, Ari Björn Thórensen, Ester Ír Óskarsdóttir, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Árni Magnússon, Guðný Björk Pálmadóttir áheyrnarfulltrúi. Varamenn Sveinn Ægir Birgisson, Gísli Rúnar Gíslason, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Matthías Bjarnason, Margrét Ólafsdóttir og Ingunn Guðmundsdóttir vara áheyrnarfulltrúi. 4. Eigna- og veitunefnd aðalmenn Sveinn Ægir Birgisson formaður, Olga Bjarnadóttir, Ragnar Óskarsson, Matthías Bjarnason, Sigurjón Vídalín Guðmundsson og Ingunn Guðmundsdóttir áheyrnarfulltrúi. Varamenn Jóhann Jónsson og það í þessari röð sem varamennir eru Brynhildur Jónsdóttir, Atli Dagur Guðmundsson fyrir sinn lista, Arnar Freyr Ólafsson fyrir sinn lista, Einar Sindri Ólafsson fyrir sinn lista og Guðný Björk Pálmadóttir vara áheyrnarfulltrúi. Umhverfisnefnd aðalmenn Þórhildur Dröfn Ingvadóttir formaður, Ívar Marinó Liljendal, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Kristín Júlía Hannesdóttir, Brynjar Þór Elvarsson og Trausti Jóhannsson áheyrnarfulltrúi. Varamenn Andri Hrafn Hallsson, Björg Agnarsdóttir, Embla Líf Guðmundsdóttir, Ólafur Már Ólafsson, Margrét K. Sverrisdóttir og Heiðrún Kristmundsdóttir vara áheyrnarfulltrúi. Og það kosið í yfirkjörstjórn, þar sem nú stutt í kosningar, þar að segja frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið núna í ágúst, þannig að við þurfum að klára þetta núna. Það yfirkjörstjórn aðalmenn, Ingimundur Sigurmundsson, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Steinunn Erla Kolbeinsdóttir, varamenn Þórarinn Sólmundarsson, Anna Ingadóttir og Jón Páll Hilmarsson. Svo það kjördeild 1, aðalmenn Íris Böðvarsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir, Herborg Anna Magnúsdóttir, varamenn Eva Davíðsdóttir Brán, Guðrún Herborg Hergeirsdóttir og Aníta Rögnvaldsdóttir. Kjördeild 2, Grétar Páll Gunnarsson, Dagbjört Sævarsdóttir, Valdemar Bragason, varamenn Elsí Kristinsdóttir, Unnur Edda Jónsdóttir og Heiða Sólveig Haraldsdóttir. Kjördeild 3, aðalmenn Elínborg Ingimundardóttir, Sigrún Helga Einarsdóttir, Ingibjörg Elva L. Stefánsdóttir, varamenn Þórdís Ólöf Auðarsdóttir, Kristín Rut Ardardóttir og Ingveldur Guðjónsdóttir. Kjördeild 4, aðalmenn Sesselja Sumarrós Sigurðardóttir, Þorsteinn Tryggvi Másson, Bergdís Bergsdóttir, varamenn Klara Öfjörð
Sigfúsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir og Atli Laugdal Árnason. Kjördeild 5 aðalmenn Njáll Árnason, Magnús Gísli Sveinsson, Kristjana Hallgrímsdóttir. Varamenn Jóhanna Hallbjörnsdóttir, Svava Júlía Jónsdóttir og Elín Karlsdóttir. Kjördeild 6 aðalmenn Ingibjörg Ársælsdóttir, Þórdís Sveinsdóttir, Jónas Velding Jónasson. Varamenn Elín Dögg Haraldsdóttir, Edda Bára Höskuldsdóttir, Jason Orri Jakobsson. Kjördeild 7 aðalmenn Lýður Pálsson, Rannveig Brynja Sverrisdóttir, Vigdís Jónsdóttir. Varamenn Þóra Ósk Guðjónsdóttir, Víglundur Guðmundsson og Charlotte Sigrid á kósinni. Nú, þá hef ég lokið þessari upptalningu það sem við erum að kjósa hér í embætti og nefndir og ef það eru einhverjar tillögur annað fólk í þetta þá tekjum við þeim tillögum. Ef það ekki, þá ber ég þessa upptalningu alla til atkvæða kjör í hinnar ýmsu nefndir og ráð og yfirkjörstjórn í sveitarfélaginu Árborg. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til málsnúmer 5 á dagskrá fundarins og það er kosning í embætti og nefndir áfram. Það er kosning í nefndir, stjórnir eða til að sækja aðalfundi til 4 ára samanber C-lið 47. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar 813/2018 með síðari breytingum. 1. Það er aðalfundur SAS, það eru 15 fulltrúar og 15 til vara og þar eru aðalmenn Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Sigríður Ósk Harðardóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Brynjar Þór Elvarsson og Heiðrún Kristmundsdóttir. Varamenn Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ír Óskarsdóttir, Ívar Marinó Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Alexander Már Ekan, Embla Líf Guðmundsdóttir, Guðrún Rakel Svandísardóttir, Magnús Benediktsson, Kristín Júlía Hannesdóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Elísabet Davíðsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Og ég ætla að fá leyfi fundarins til að halda áfram og klára allt og greiða svo atkvæði það í lokin ef enginn gerir athugasemd við það. Þá er það aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands, það er 1 fulltrúi og 1 til vara. Lagt er til að aðalmaður verði Sveinn Ægir Birgisson og varamaður Brynhildur Jónsdóttir. 3. liður í þessu 5. máli er aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 15 fulltrúar og 15 til vara. Það er Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Sigríður Ósk Harðardóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Brynjar Þór Elvarsson og Heiðrún Kristmundsdóttir. Varamenn Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ír Óskarsdóttir, Ívar Marinó Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Alexander Már Ekan, Embla Líf Guðmundsdóttir, Guðrún Rakel Svandísardóttir, Magnús Benediktsson, Kristín Júlía Hannesdóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Elísabet Davíðsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Þá er komið að fulltrúa í almannavarnanefnd Árnessýslu, það er 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður lagt er til að Bragi Bjarnason verði aðalmaður og varamaður Sveinn Ægir Birgisson. 5. liður fulltrúaráð Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands, 1 fulltrúi og 1 til vara. Lagt er til að Bragi Bjarnason verði aðalmaður og Linda Björk Hilmarsdóttir verði varamaður. Þá er komið að 7. máli, aðalfundur héraðsnefndar Árnesinga, 13 fulltrúar og 13 til vara. Það er Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir,
Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Varamenn: Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Þorsteinn Haukur Harðarsson og Birgir Martinsson. Þá komið að aðalfundi tónlistarskóla Árnesinga. Það eru 13 fulltrúar og 13 til vara og nýjum til upplýsingar að þá þurfum við að kjósa sér í núna sérstaklega í þessar stofnanir okkar sem áður var allt saman undir héraðsnefnd sem skipaði svo stjórnir hvers fyrir sig, en nú þurfum við að skipa þetta, allt verið sjálfstæðir fundir, þannig að forminu til þurfum við að klára þetta svona. Aðalfundur tónlistarskóla Árnesinga, 13 fulltrúar, 13 til vara. Bragi Bjarnason, það kom til að hér aðalmenn, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Varamenn: Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Þorsteinn Haukur Harðarsson og Birgir Martinsson. Þá komið að 8. máli, það aðalfundur Brunavarna Árnesinga. Þar eru 13 fulltrúar og 13 til vara og lagt til að aðalmenn verði Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Varamenn: Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Þorsteinn Haukur Harðarsson og Birgir Martinsson. 9. liður undir 5. máli, aðalfundur Héraðsskjalasafns Árnesinga. Það lagt til hér 13 fulltrúar og 13 til vara. Aðalmenn: Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Varamenn: Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Þorsteinn Haukur Harðarsson og Birgir Martinsson. Og þá komið að 10. lið, aðalfundur Byggðasafns Árnesinga. Hér eru 13 fulltrúar og 13 til vara. Það aðalmenn: Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Varamenn: Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarsson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Þorsteinn Haukur Harðarsson og Birgir Martinsson. Og þá það 11. liður, aðalfundur Listasafns Árnesinga. 13 fulltrúar og 13 til vara og þetta allt saman til 4 ára, þar sé út kjörtímabilið. Aðalmaður lagt til Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Heiðrún Kristmundsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. Varamenn: Sigríður Ósk Harðardóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal,
Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Þorsteinn Haukur Harðarsson og Birgir Martinsson. 12. mál landsþing Sambands íslenska sveitarfélaga, 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Matthías Bjarnason og Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Varamenn Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Ellý Tómasdóttir og Margrét Björk Ólafsdóttir. 13. liður í þessu 5. máli samstarfsnefnd með starfsmannafélögum, 2 fulltrúar og 2 til vara. Aðalmenn lagt til Sveinn Ægir Birgisson, Matthías Bjarnason, varamenn Linda Björk Hilmarsdóttir og Sigurjón Vídalín Guðmundsson. 14. liður í þessu sama máli aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurlands, 1 fulltrúi og 1 til vara, samkvæmt gildandi samningi um félagið, aðalmaður Sveinn Ægir Birgisson, varamaður Linda Björk Hilmarsdóttir. 15. liður aðalfundur Leigubústað Árborgar ehf, 1 fulltrúi og 1 til vara, lagt til að Sveinn Ægir Birgisson vera aðalmaður og varamaður Linda Björk Hilmarsdóttir. 16. liður aðalfundur Leigubústaða Árborgar sjálfseignarstofnun, 1 fulltrúi og 1 til vara. Lagt til að aðalmaður verði Sveinn Ægir Birgisson og Linda Björk Hilmarsdóttir varamaður hans. 17. liður aðalfundur Bergrisans byggðasamlags, 12 fulltrúar og 12 til vara. Aðalmenn lagt til Bragi Bjarnason, Sveinn Ægir Birgisson, Linda Björk Hilmarsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Kjartan Björnsson, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Sigríður Ósk Harðardóttir, Matthías Bjarnason, Ellý Tómasdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Margrét Björk Ólafsdóttir, Brynjar Þór Elvarsson og Heiðrún Kristmundsdóttir. Varamenn þeirra verða Gísli Rúnar Gíslason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Ívar Marin og Liljendal, Björg Agnarsdóttir, Þorvaldur Þórðarson, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Alexander Egan, Embla Líf Guðmundsdóttir, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Magnús Benediktsson, Kristín Júlía Hannesdóttir, Elísabet Björgvinsdóttir, Árni Magnússon, Elísabet Davíðsdóttir og Guðný Björk Pálmadóttir. 18. liður aðalfundur Sandvíkurseturs ehf, 1 fulltrúi og 1 til vara. Lagt til að aðalmaður sé Sveinn Ægir Birgisson og varamaður hans Linda Björk Hilmarsdóttir. Og 19. liður aðalfundur Borgarþróunar ehf, 1 fulltrúi og 1 til vara. Lagt til að aðalmaður verði Sveinn Ægir Birgisson og varamaður hans Linda Björk Hilmarsdóttir. 20. liður aðalfundur Fasteignafélags Árborgar ehf, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður lagt til Sveinn Ægir Birgisson, varamaður Linda Björk Hilmarsdóttir. 21. liður aðalfundur Fasteignafélags Árborgar, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður Sveinn Ægir Birgisson og varamaður Linda Björk Hilmarsdóttir. 22. liður í þessu sama máli aðalfundur Verktækni ehf, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður Sveinn Ægir Birgisson og varamaður Linda Björk Hilmarsdóttir. 23. liður Öldungaráð, 3 fulltrúar og 1 til vara. Tilnefna þarf formann. Aðalmenn lagt til Þórhildur Dröfn Ingvadóttir verði formaður, Jason Orri Jakobsson og Ellý Tómasdóttir. Varamenn Ívar Marin og Liljendal, Þorvaldur Þórðarson og Gúri Hilstad. 24. liður samráðshópur málefni fatlaðs fólks, 3 fulltrúar og 3 til vara. Lagt til aðalmenn Linda Björk Hilmarsdóttir formaður, Sigríður Ósk Harðardóttir og Sandra Guðmundsdóttir. Varamenn Margrét Anna Guðmundsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason og Birgir Martinsson. Svo sárafá voru þau orð. Já. Það sem er í rétt í gögnunum, það er Eignarhaldsfélag Suðurlands. Já. Já, það er ekki skjalið hérna, það er sem lesið í breið. Já. Það er bara bara vikturstinn í hlutabræði sem þú ert að lesa upp úr. Já. Já, ég renni þá bara létt yfir þetta allt saman. En einmitt nákvæmlega upptalningin leiðréttir þá líka ef eitthvað er vitlaust farið með. En aðalfundur Eignarhaldsfélag Suðurlands, þar er aðalmaður Guðmundur Ármann Pétursson og varamaður Guðmundur Þór Guðjónsson. Þessi nöfn eru lögð til í þær nefndir og þau ráð sem að ég hef hér að framan talið
í 5. lið á dagskrá þessa fyrsta fundar bæjarstjórnar Árborgar 2026-30. Ef menn hafa einhverju nöfnum við þetta bæti eða vilja fara hér í harðar kosningar þetta þá gefið þið merki. Ef svo er ekki þá ber ég þetta fólk, ágætis fólk allt saman upp til atkvæða. Eru þið samþykkt þessari skipan í þær nefndir og varamenn og annað slíkt sem hér hefur nefnt? Það er samþykkt samhljóða. Ég þarf ekki að lesa þetta aftur. Þá er komið að máli númer 6 og það er kosning í embætti og nefndir áfram. Og ég vissar að fara með þetta aftur með réttir lög. Það er þá fyrst til að telja almannavarnaráð Árborgar, 3 fulltrúar og 3 til vara. Aðalmenn lagt er til að Brynhildur Jónsdóttir verði formaður, Viðar Arason og Einar Sindri Ólafsson verði þar aðalmenn og varamenn Sveinn Ægir Birgisson, Ester Ýr Óskarsdóttir og Sigurjón Vítalín. Eru einhverjar aðrar tillögur í þessu máli? Ef svo er ekki þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru þessu fólki samþykk í almannavarnaráð, það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að máli númer 7 og það er áfram kosning í embætti og nefndir. Skipun 2 áheyrnarfulltrúa bæjarstjórnar í hverfisráð samkvæmt 3. grein samþykkta fyrir hverfisráð sveitarfélagsins Árborgar. Það er þá fyrst hverfisráð Eyrarbakka, 2 fulltrúar. Lagt er til að Linda Björk Hilmarsdóttir og Heiðrún Kristmundsdóttir verði þar fulltrúar bæjarstjórnar. 2 í hverfisráð Sandvíkurhrepps. Lagt er til að 2 fulltrúar verði þar. Það er Sveinn Ægir Birgisson og Sigurjón Vítalín Guðmundsson. Já. Já. Sjá. Stokkseyri er Linda og Heiðrún, Eyrarbakki Sveinn og Sigurjón og Sandvíkurhrepps Kjartan og Matthías. Já, ég taldi það að vera þannig. Já, það er bara hérna, já. Það er sem sagt hverfisráð Stokkseyrar er Sveinn Ægir og Sigurjón. Já, ok, þá er ég með. Það er bara hérna. Gott að allir á hlusta. Já, þá ætlum ég að lesa þetta upp aftur. Það er sem sagt, ég ætla bara að byrja alveg frá byrjun. Bara alveg, það er, nei ég ætla ekki að gera það, en það er sem sagt verið að kjósa hér fulltrúa sveitarfélagsins í hverfisráð og þá er náttúrulega tölvandáttin út hérna, en það er sem sagt hverfisráð Eyrarbakka. Það er lagt þar til Sveinn Ægir Birgisson og Sigurjón Vítalín Guðmundsson. Hverfisráð Sandvíkurhrepps, þar er lagt til Kjartan Björnsson og Matthías Bjarnason og hverfisráð Stokkseyrar Linda Björk Hilmarsdóttir og Heiðrún Kristmundsdóttir. Þannig mun þetta rétt hljóma. En einhverjar aðrar tillögur? Ef svo er ekki þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem er samþykkt að þetta séu fulltrúar bæjarstjórnar Árborgar í hverfisráðum, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. mál á dagskrá þessa fundar, umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni. Tilnefning fulltrúa sveitarfélagsins í valnefnd umdæmisráðs barnaverndar fyrir sveitarfélaginu á Suðurnesjum og í sveitarfélaginu Árborg. Lagt er til að Sigþrúður Birta Jónsdóttir, deildarstjóri velferðarþjónustu Árborgar, verði tilnefnd í valnefnd umdæmisráðs barnaverndar fyrir sveitarfélaginu á Suðurnesjum og í sveitarfélaginu Árborg. Þeir sem samþykja hana Sigþrúði, vinsælt gemerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 9. lið. Augnablik.
Já, það eru breytið, ég byrst afsökun á þessu, þetta eru alltaf feiknarlega margslungin gögn sem liggja hér fyrir fundunum og þrátt fyrir yfirferð á þessu þá hefur eitthvað aðeins skólast hérna til, en þetta er sem 9. mál á dagskrá, breytingar og samþykktum stjórn Árborgar, fundarskap sveitarfélags Árborgar, kjörtímabili 22 til 26. Nei, 26 til 30, þetta er rangt hérninni. Maður verður eins og vélmenni þegar maður fer að lesa þetta. Það er líka hérna í þessu, já. Þetta er sem sagt samþykkt stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins og það er breytingar sem Já, þá ætlum ég bara að opna fyrir mælendaskrá áður en ég held áfram með málið og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista er óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúi og aðrir tilnefnendur. Ekki á forseta smá frí, getur fengið vatnssopa líka, en já, við erum að ræða þetta mál nr. 9, það eru breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins. Til þess að taka fram að þær breytingar sem við erum að taka inn þurfa náttúrulega 2 umræður, þannig að við erum að vísa því til seinni umræðu núna og þar á leiðandi eru breytingar þar inni sem við bæði kjósum eftir samþykkt í síðar umræðu og við erum að kjósa í embætti sem við erum að leggja til í samþykktunum, kannski að leggja svo niður og falla þá niður eftir síðar umræðu. Þannig að fólk átti sig á því formsins vegna erum að kjósa í ákveðin embætti sem fyrir liggur að við ætlum að fella út ef allt verður samþykkt. Það er breyting í 7. greinu, það eru skrifararnir sem kom aðeins fram hérna. Það er ekki kveðið ánefn neitt hlutur, þannig að við viljum bara leggja til í rauninni að þetta falli út úr samþykktunum og þar að leiðandi hérna eftir síðar umræðu myndi það bara falla út. Í breytingum í 47. greininni þar er hérna lagt til að menningarnefnd verði stofnuð á ný og þá eru þau ákvæði sett inn og það er þá kosið í hana eftir seinni umræðu. Í 47. greininni er líka lagt til að leggja niður samstarfsnefnd með starfsmannafélögum sem hefur ekki verið virk og ekkert skýrt hlutverk, að hún falli bara út úr samþykktunum. Í hverfisráðin þar er breyting í samræmi við samþykkt sem var samþykkt í vor að við erum með 3 hverfisráð, þannig að það er bara uppfærsla á texta þar í samræmi við samþykktina. Í 3. tölulið E-liðar í 47. greininni er almannavarnaráð, þar sem var komin ábending frá almannavörnum að þetta myndi frekar heita viðbragðsteymi sveitarfélagsins Árborgar og er þá nafnabreyting þar sem verður kemur inn. Síðan í viðauka 1.4 fullnaðarafgreiðslu heimild mála. Þar er fullnaðarafgreiðslu heimild hjá velferðarnefnd án staðfestingar og þar sem sveitarfélag Árborg gefur ekki út leyfi til daggæslu barna í heima sem heldur veitir umsagnir og tryggir umsjón og eftirlit að ræða leiðréttingu þar á fullnaðarafgreiðslu heimild. Og síðan í 5. grein viðauka 1.13 þar er fullnaðarafgreiðslu heimild sem er verið fyrir skólaþjónustu án staðfestingar barna og það er vegna beiðni sérstakra aðstoðar þjálfun og beiðni sem náðu þá bæði til leik- og grunnskóla stigs, þannig að hún sé aðeins víðtækar og samræmdari þá á milli sem hefði þetta kannski átt að vera inni bara frá upphafi en er þá leiðrétt í þessum breytingum. Ekki að ræða aðrar breytingar í samþykktum að því sem fram kom og er þeir þá bara lagt til að þeim verði vísað til síðari umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi. Við erum hérna í 9. mál á dagskrá og við erum að ræða hér breytingar og samþykktum og þetta er auðvitað fyrir umræða því þetta þarf að fara tvisvar fyrir bæjarstjórn. Það eru fleiri sem vilja tjá sig þessar tillögur sem að Bragi kynnti hér áðan. Já, gjör svo vel Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Það var hnift í okkur hérna fyrir fundir með einmitt eina ábendingu sem ég ætla að fá að koma með sem breytingatillögu hérna inn af því að á þessu kjörtímabili
breyttu við fundartíma bæjarstjórnar, færðum hann frá klukkan 17 til klukkan 16 sem er fundartíma sem við erum að nota hér í dag og það er ennþá sem sagt skráð inn í 10. greinina að fundur eigi að vera á miðvikudaginn klukkan 17 og þá vil ég koma með breytingar til að það verði sem sagt klukkan 16 og það verði bætt inn í sem sagt þarna þá þau drög sem liggja fyrir og verði þá vísað til seinni umræðu. Þetta hefur slæðist bara framhjá okkur á síðasta kjörtímabili þessu verið breytt í þessari grein þannig að það er þá leiðrétt hér með áfram. Það eru leitur enga breytingar. Takk. Takk fyrir þetta Bragi. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig undir þessu lið? Ef svo er ekki þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir að vísa þessu til síðari umræðu þar að segja næsta bæjarstjórnarfundar vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, þá er komið að 10. máli á dagskrá fundarins ráðning bæjarstjóra kjörtímabili 2026 til 2030. Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista víkur af fundi og inn kemur annar varabæjarfulltrúi D-lista Sigríður Ósk Harðardóttir og bæjarfulltrúi Bragi hefur nú vikið úr sal. Og þá liggur fyrir fundunum 10. málið, það er ráðning bæjarstjóra kjörtímabili 2026 til 2030. Tillaga er hér að Bragi Bjarnason til heimilis að Berghólum 26 á Selfossi verði ráðinn bæjarstjóri sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2026 til 2030. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju sem vilja tjá sig þá tillögu. Ef svo er ekki þá ber ég þetta upp til atkvæða. Hér eru þetta fylgjandi með í málinu ráðningarsamningur bæjarstjóra og síðan minnisblað og ég ber þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir að Bragi Bjarnason verði bæjarstjóri Árborgar 2026 til 2030 vinsælast gefur merki. Þeir sem eru andvígir, það er samþykkt með 6 atkvæðum D-lista og 1 bæjarfulltrúi C-lista, 2 bæjarfulltrúar S-lista og 2 bæjarfulltrúar B-lista sitja hjá. Þá er það afgreitt og næst er komið við þökkum Sigríði fyrir snaggarlega innkomu á fundinn og bjóðum Braga hér aftur inn til fundurins og leiðum við óskum Braga til hamingju með það að vera bæjarstjóri næsta kjörtímabili, sveitarfélaginu Árborg. Þá er komið að 11. máli og það er auðvitað eins og við gerum gjarnan á þessu fundum að ef það er eitthvað óljóst með það hvenær næsti fundur getur orðið þá reynum við að taka það fyrir á fundinum næsta á undan og nú liggur það fyrir að næsti hefðbundni fundatími bæjarstjórnar væri þá miðvikudaginn 17. júní á þjóðhátíðardeginum og það auðvitað gengur ekki alveg upp og því leggur forseti til að mánudaginn 22. júní klukkan 16 verði næsti bæjarstjórnarfundur bæjarstjórnar Árborgar. Það var líka til skoðunar á þeim degi að taka meðal annars fundi hjá sýslunefnd og gera þetta bara svona í einu rykk og klára það sem en það kemur í ljós auðvitað aðeins síðar og síðan auðvitað sasting og fleira í þessari viku þarna þannig að það er bara eðlilegt að taka þetta í einu rykk áður en að fólk verið að fara í sumarfrí. Þannig að þetta er tillaga forseta, einhverju sem vilja tjá sig þessa tillögu næsta bæjarstjórnarfund. Ef svo er ekki, þá ber ég það upp til atkvæða þeir sem eru því samþykk að næsti bæjarstjórnarfundur verði mánudaginn 22. júní klukkan 16. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerð, það er 12. mál á dagskrá, fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 997. fundur haldinn 17. apríl síðastliðinn. Hann er lagður hér fram til umræðu og kynningar. Einhverju sem vilja tjá sig þennan fund, þessa fundargerð altså. Ef svo er ekki,
að þá er dagskrá þessa fyrsta fundar bæjarstjórnar Árborgar 2026 til 2030 tæmd. Forseti þakkar gott fundarhljóð og góða fundarsetu á þessum fyrsta fundi og ég hef vonir í brjóstu gott samstarf og farsæld við alla bæjarfulltrúa næsta kjörtímabil og segi þessum fyrsta fundi bæjarstjórnar Árborgar 2026 til 30 slitið.